Og reykingasjúkdómar í minni fjölskyldu, þannig móðir mín dó 69 ára á lungnakrabbameini, hún var stór reykingamanneskja. Pabbi minn var bráðkvaddur 53 ára gamall, datt niður, hann reykti líka. Hálfbróðir minn, hann hefur reykt alla sína ævi, hann er búinn að fá blóðtappa 2 eða 3 sinnum og er mjög illa farinn eftir það. Gengum við hækju og það er alveg skelfilegt að horfa upp á það. Og sonur hans, 45 ára gamall, dó núna daginn úr blóðtappa og reykti mikið. Í dag reykja 67.000 Íslendingar að staðaldri. Reykingar eru aðalorsakavaldur ótímabærra dauðsfalla í heiminum og hér á Íslandi líka. Við vitum það til dæmis að af þeim sem reykja að staðaldri að þá koma helmingur það bil til með að deyja af völdum sjúkdóma sem beinlínis orsakast af reykingum. Þetta eru í stærðargráðunni 12 ár sem að tapast að meðaltali hjá hverjum einstakling sem reykja að staðaldri og það hefur verið reiknað út að þetta eru ca. 200-300 mannslíf á ári sem eru beinlínis orsökuð af tóbaksreykingum. Reykingar eru sjúkdómur sem veldur heilsutjóni. Við vitum hvaða sjúkdómar þetta eru. Þetta eru sjúkdómar eins og krabbamein, sérstaklega í lungum. Þetta eru hjartaáföll og heilablóðföll og svo langvinn lungnateppa sem 80% hluta til orsakað beinlínis af reykingum. En það má ekki gleyma því að reykingar valda fjölmörgum mismunandi sjúkdómum og þeir geta verið í gangi margir hverjir hjá sama einstaklinga á sama tíma. Við þekkjum dæmi þessa sjúklingu sem hefur með langvinna lungnateppu, hann fær síðan heilablóðfall í ofanálag. Þannig að sjúkdómsbyrðin sem fylgir reykingunum er gríðarleg og áhrifin á þann einstakling í heilsutjóni eru gríðarlega mikil og skerða hans lífsgæði. Mín reykingasaga er þannig að ég var 13 ára gamall þegar ég byrjaði að reykja og 14 ára gamall var ég farinn að reykja 2 pakka á dag af Camel og reykti þá alveg stanslaust til 1977. Þá gerðist það þannig einn daginn að ég var að labba í vinnuna, fékk mjög slæmt og ljótt hóstakast og ég brást þannig við án þess að geta nokkuð haft neina skýringu á því að ég tók sígarettupakkann og vasanum og henti honum frá mér og hætti að reykja. Og fann ekki fyrir því. Ég hætti 10 ára að reykja. Þá fór ég að fikta aftur eins og asni og svo einn daginn þá kveikti ég mér í sígarettu, svimaði fyrstu 2 og reykti mínu 2 pakka á dag og reykti illa. Og það voru 2 pakkar og ef ég var að skemmta mér þá voru það pluss 2 pakkar. Svo fyrir 10 árum síðan, þá fer ég að fá rúmum 10 árum síðan, þá fer ég að fá ónot í hálsinn og kippti mér ekkert upp við þetta, bara var eins og særind og eitthvað. Þannig að endaði mér í ársbyrjun 2006, þá fer ég til læknis og vill fá skoðun hjá sérfræðing út af þessu og ég sendi til sérfræðings og hann segir við mig svona, horfir á mig og segir og segir það er best að taka úr því sýni. Svo er mér gefinn tími í það og ég mæti til læknis og hann tekur úr mig sýni og það er gert þannig að hann bara deyfir mig inn í hálsinum og fer upp í hálsinum með töng og klippir bara úr mig kjötstykki. Og svo segir hann við mig þegar búið að þetta er búið, svo verðum við bara í sambandi. Og ég fer út og kveiki mér í minni sígarettu og reykja hún í opið sári í hálsinum og ég fann fyrir en ég reykti samt. Svo líða einhverjir dagar og þá fæ ég símtal og það er bara svona, Ólafur, þú ert með krabbamein í hálsinum og þetta mátti við til á skurðlækni. Þegar ég greinist með krabbameinið og er í krabbameinsmeðferðinni, þá skeður eitthvað annað í mig líka, þá sem þeir læknar vilja meina að sé kannski út frá krabbameininu líka. Það fara að bólna upp á mér allir liðir og þannig að það þarf að sprauta í liði á mér og ég er settur á lyf út af því
til að halda þeim sjúkdómi niður og öllu líkindum ég með vefjagigt og slitgigt út frá þessu og settur á lyf við því og svo leiðir eitt af öðru þannig að þau lyf hafa öllu líkindum orsakað það að ég fékk sykursýki upp úr þessu og í dag stefndi ég frammi fyrir því að ég þarf að sprauta mig einu sinni á dag og taka sykursýkistöflur líka og fylgjast vel með blóðsykrunum og mæla mig minnst að kosti 3 sinnum á dag. Eftir sykursýkina nokkrum árum síðan þá fékk ég kransaða stíflu og var þræddur nánast bara akút og var ótrúlega heppinn og slapp fyrir horn og kom nánast óskattaður út úr því en þó ekki alveg. Og síðan liðu árin og fyrir 1 ári síðan þá fékk ég blóðtappa í höfuðið sem fór þannig að það lýsti sig þannig að ég missti jafnvægið og kastaði upp alveg endalaust og það skeið á föstudegi og á mánudegi átti ég tíma hjá krabbameinslækninum mínum í eftirlit og bar mig illa og hann sendi mér myndatöku og þá var komið ljós og ég var með blóðtappa. Ég vona að enginn þurfi að gangi í gegnum svona og bara vona að menn hugsi sér tvisvar eða fólk hugsi sér tvisvar áður en að byrja aftur að reykja eftir að hafa náð það. Það er miklu verra allavega frá mínu bæjardyrum síðan að hætta í seinna skiptið heldur en í fyrra skiptið. Ég bara gat það ekki fyrr en ég hafði ekkert val. Ég eiginlega hálf feginn að hafa fengið þetta krabbamein af því ég náði að hætta að reykja. Ég verið sjálfsagt bara dauður í dag ef ég hefði ekki náð að hætta að reykja. Það er bara þannig.